það meiri í heiminum heldur pólitík og á bak við pólitík getur verið annars konar hugmyndafræði eins og sagt það getur líka verið trúarafstaða og andlegt líf, þjóða og hvað fleira við höfum reynt að átta okkur aðeins á nýja hægrinu í Bandaríkjunum sem kannski ekki svo nýtt sem að byggir á evangelískri kirkju, þjóðsinnaði, hvítri. En nú ætlum við að fara að gera eitthvað allt annað. Við ætlum að fara til Kína og reyna að átta okkur á því hvort að taoismi og konfúsíusarspekin hafi raunverulega áhrif á hvernig það ríki að þróast og hvernig það hegða sér í samfélagi þjóðanna. Og hingað er komin Ragnar Baldursson, sérfræðingur Kína, stjórnmálafræðingur. Við vorum nú að ræða þetta, að brjóta þetta aðeins niður og tala Konfúsíus síðar en tala Tao núna. En mér langar að byrja á að því að við erum á Íslandi og öll menning sem hlust á milli þá hefur hún svona, ég veit ekki hvað þetta sagði, alltaf ekki kallað móttökusaga sem og flest okkar kynntust Tao í gegnum bókinu Veginn sem menningar páfar hér vinstrisinnaðri snemma upp úr fyrir hluta síðustu aldar þýddu og var fermingagjöf held ég til heilu kynslóðana. Það ábyggilega verið prentað í yfir 100 eintökum þessi bók til öllum heiminum. Er þetta sú bók og þau kynni sem aðeins ég hef haft af Tao, er þetta góð innsýn? Já, þetta vel þýdd bók, þannig lagað, tungumálið gott og hún var til heima á mínu heimili. Og hefur hugsanlega haft einhver áhrif á áhugamenn á Kína, getur verið. En hún ekkert mjög nálægt frumtextanum. Hún þýdd úr, ég veit ekki hvort það var þýtt úr ensku, ég frekar líklega á þýsku, hugsanlega, eða dönsku. Og svona dálítið langt frá megin straumskilningi á taoismannum, eins og Kínverjar hafa skilið hann í gegnum tíðina. En það ekki þar með sagt sér slæm, þessi útgáfa þeirra sem þau gáfu, Jakobi Smára og þeir þarna Halldór Lassners skrifaði formálað. Heldur félur hún í sér ákveðna túlkun á taoískum hugmyndum og verður líklega að teljast til taoískra bókmennta þótt hún sé það frábrugðin upphaflegri í þýðingu að við berum hana saman við þýðingu sem ég sjálfur gerði þegar ég var starfandi sem diplomat í utanríkisþjónustunni. Ég notaði tímann þegar ég var að fljúga á milli funda og fara inn í Síberíu, dálítið súrrealista hugsa það, til þess að þýða svona einu og eina blaðsíðu bókina þá til ég var tilbúinn. Í staðinn fyrir að lesa Reyfara? Já, í staðinn fyrir að lesa Reyfara eða fá mig neðan í því og gerði ég þetta. En aðeins að því þú nefndir að Laxness hafi skrifað formálan, það hefur verið sagt og það var borið undir Laxness að svona ákveðin típa í bókunum hans sem gengur aftur og aftur væru taoískar og ég man eftir í svona viðtölum, hún fannst þetta ekkert leiðilegt samlíking og hann svona gekkst svolítið upp í því að það var komið með svona taoíska lífsafstöðu í gegnum þessar þroskuðu sálir sem voru í bókunum hans. Já, ég ekki til að því að þessir piltar sem hittust þarna í Unuhúsi, Þórbergur og Halldór og fleiri. Afi minn var þarna líka, Halldór Kolbens, það var einn af þessum hóp. Þeir voru undir mjög sterkum áhrifum af þessari hugsun og ekki bara þeir heldur var voru áhrif, fyrstu verulega áhrif kínverskra menningar á Vesturlönd kemur með jesúítunum 1700 og þeir koma til Kína og skoða samfélagið og ætluðu að siðmennta Kínverja, fengu ákveðið áfall við það að Kínverja voru ágætlega siðmenntaðir. Menningarsjokk. Já, maður segja það að þeir gáfust nú ekkert upp, þetta voru góðir fulltrúar Guðs og
og þeir ákváðu að læra kínverska menningu mjög djúpt. Þeir fóru mjög djúpt í það og fyrstu þýðingarnar á kínverskum heimspekibókum eru byrja á þessum tíma yfir á vestrænar tungur. Það bæði Lao Tse og fleiri. Þessi áhrifum meðlans bryttast hjá Rousseau, impressionismin og hérna til þess bókin Emil sem allir íslenskir unglingar verða að lesa þegar þau voru að byrja að læra dönsku, held ég, hérna í lok 19. aldar, þá var þessi bók til hjá hana, en þess að ég hef vært bókásafni frá afa mínum og báðum öfum og fleiri, þá komst ég að því að það voru mörg eintök af þessari bók á dönsku og þar talað dreng sem fær náttúrulegt uppeldi og þá var svona ákveðið verið að sporna gegn vélrænum áhrifum iðnvæðingar og svo framvegis en almennt sér í listum að þá impressionismin eða túlkun þess að hún sást í staðan fyrir að reyna að taka ljósmynd og reyna að gera það sem nákvæmast að það kemur frá Kína því að kínversk myndlist hún túlkun á því hvernig það til mismunandi tegundir, það einn sem svona nákvæm eftirlíking af einhverju munstri eða einhverju myndum mjög nákvæm í einvít og svo þessar kínversku landslagsmyndir og þær eru mjög táískar. Þær eru af áhrifum landslagsins á mig. Já, það áhrifin, það líka önnur atriði, það þegar að landslagið túlkað sem heild og það alltaf eitthvað mannlegt í því, þannig að það maður eða himinn og jörð og svo einhver maður sem að fiska einhver staðar eða einhver að fara yfir og þetta skilar sér inn í síðan breytist náttúrulega impressionismin á Vesturlöndum en þessi hugmynd að sýna áhrifin á einstaklingin, það skilar sér mjög vel. Þannig að þetta mjög skiptengin. Jesúítarnir, þeir voru klókir trúboðar og þeir settu sig vel inn í menningu þeirra landa sem við fóru til. Í þeim tilgangi að flétta hana saman við kristina og eiginlega sannfæra fólki sem þar bjó að það væri nú ekki svo stórt skref að fara yfir kristina því að raunverulega hefði Jesú nú verið svona líkur þessu og þarna hefði þetta verið og allir þessi fræ eru þarna en það væri það óskiljanlegt fyrir kristin mann að halda öðruvísi væri það því að Guður hlýtur að skilja eftir spor sinni í öllu sköpunarverkinu og í okkur, hann skapaði mannin í sinni mynd og þarf undir göttunum. Jú, þakka fyrir þessa lýsingu á kristinni vegna þess að hún svona endurspegla hvernig okkar kynslóð skildi kristina. En ég ekki sem að kynslóðin, ég hefur að segja miðja svona 500 eða þegar Vilhjálmur Sigurvegari lagðundir í England haft þessa skoðun á kristinni, ég held að það verður svolítið öðruvísi. En jesúítarnir, ég held að þeir hafi byggt svolítið á þessari svona hugmynd að þeirra hlutverk væri að koma kristinni til viðkomandi menningar og viðkomandi fólks á sömuleyti á forsendum sem að fólki gæti skilið. Já. Og líklega ef þeir hefðu litið á að það væri andstæð kristinni að þá hefðu þeir barist í gegninni, en gerðu það ekki, heldur fléttu það inni. En það sem ég ætlaði að spyrja var hvort að því að taoismin kemur til Vesturlanda í gegnum þá, hvort að þá hafi komið með honum þeirra túlkun að það væri eiginlega verið að svona hálffara með hann í áttina að svona trúabrögðum og guðstrú. Ég held að jesúítarnir hafi gegnt miklu mikilvægara hlutverkin almennt gera sig grein fyrir því að eins og myndist á að þessi náttúru fara aftur til náttúrunnar og hugmyndir Rousseau og fleiri að hún undir áhrifum af þessum tengslum eða kynningu jesúítanna á kínverskri menningu og ekki alltaf held ég að þetta ekki alltaf verið í ritunum sjálfur, heldur kannski bara í því að þetta voru menntamenn frá Evrópu sem fóru til
heimspekina og dialektikin, hún kemur inn í vestræna heimspekju þetta leyti, Hegel, með dialektíska skýringu heiminum og síðan taka marxistandi það og breyta því og gera þetta einhvers konar tvíhyggju en hérna áfram dialektik og síðan þegar verið að tala sögu vestrænar heimspeki þá þetta rakið til einhvers heimspekis í Gríklandi sem eiginlega kemur ekkit inn í heimspeki sögu hérna Vesturlanda fyrir allt í henni segja að þetta dialektik og þess vegna kom það ekkit svoleiðis. Ég held að dialektikin hjá Hegel og marxismanum að hún hafi og hérna Engels að hún hafi raunverulega komið til fyrir áhrif frá einmitt jesúítunum og að skilningur og líka að áhrif þeirra hafi raunverulega líka breytt svo lítið hérna kristinni trú á Vesturlöndum bæði af þessari kynslóð sem afi minn var af sér Halldór Kolbens og Halldór Laxness og þessi menn að þeir voru í reyndar að fikta bæði við Halldór var líka reyndar í kaþólskunni ég held að bæði við kaþólskuna og hérna og lúterska trú þegar danski kóngurinn ákvað að þetta eftir síðaskiptin eða hann ákvað að nú skildi vera mikilvægt fyrir þjóðina að almenningur lærði að lesa og skrifa þá fól hann prestunum það hlutverk og þetta voru miklu hugsjónamenn og þeir voru held ég undir áhrifum frá sem ætti að rekja til jesúíta, þetta eitthvað sem það rannsaka betur og þeir kendu fólki að læra að lesa á Nýja testamentið og kendu því að vera gott, vera góðir og svo þegar Danir danska konungsríkið skömmu síðar þetta gerist 1750 sem þeir byrjað að fela mótmælendum eða prestunum að kenna fólki til að draga til stafs þá skellur Napóleonsstríðið á og englendingar þeir stela flotanum af Dönum og ekki nóg með það þeir taka norska hlutan af danska konungsríkinu og láta Svía fá það Takaði með Eyrarsundstóllinn Eyrarsundstóllinn og það allt saman og síðan, og þetta náttúrulega hvernig almenningurinn skilið þetta öðru sem þetta var refsing Guðs fyrir hérna hvað yfirstéttin og hvað konungurinn hafði hegðað sér óguðlega, hann hlyti að hafa syndgað en fram að því að þá voru þeir ábyggilega samfærið það að ástæðan fyrir því að Dönum gekk svona vel í þessari heimsvaldastefnu sinni, voru nokkra nýlendur og voru öflugt sjóveldi að það væri vegna þess að þeir nytu velþóknunar af Guðs en það breytist upp úr þessu og síðan einnig kynslóð seinna þá kemur Bismarck og ákveður að taka þessi furstadæmi Slesvík og Holstein úr danska konungssambandinu og gera það þýsku og mér skilst víst að danski kóngurinn hafi spurt hvort að það geti ekki þá Danmörk geti ekki líka verið þá með í því konungssambandi og þannig að fengi neitandi svar sem náttúrulega skiljanlegt núna þegar ég sé hlutina í samhengi og pólitísku samhengi þar englendingar hefðu ekki þolað það að Þjóðverjar eruðu sjóveldi að þeir kæmust að hafinu og þá náttúrulega gerist það í framhaldinu að hérna einhvern veginn var að útskýra þetta rosalega áfall að bestu héruð Danmerkur eru tekin af danska konungsríkinu og það hlut líkt náttúrulega vera vegna þess að konungur hafi syndgað þannig að þegar við heyrum það á Vesturlöndum að í stjórnmálasögunni að konungurinn hafi neyðst til þess að láta undan kröfu nýrar borgarastéttar það að færa inn meiri pólitísku völd að það nú kannski ekki alveg svona einfalt heldur getur það líka verið vegna þess að hans eigið vald að það hafi dregist svo saman vegna þess að hann hafi syndgað og Danir urðu eftir þetta líeglað og þetta þessi Danir Danir eru mjög öflug iðnaðarþjóð í rauninni en þeir eru ekki að hafa sig frammi þeir finna alls konar tækni, þeir eru stærsti svínaframleiðendur í heimi og svo framvegis og hérna Það voru nú ansi svona grófir nýlendu herrar grænlendinga eins og
kom alltaf betur og betur Já, fram. það er einhverja leifararnir. Þeir héldu sig vera að gera eitthvað gott vegna þess að það sem þeir gerðu þar var að Grænlendingar voru á nýlendustíginu, voru á steinaldarstíginu og til þess að kristna þá og útskýra boðskap Krists að þá var þetta að hafa kirkju og þá gerðu við kirkju í Núk og var smiðu kirkja þar og þá þurftu þetta að ná til íbúana og þess vegna voru fluttir á þennan stað úr þessum snjóhúsum og kofum sem þau bjuggu í tvist og bast og það er ástæðan fyrir þetta er höfuborg Danmerkur og síðan leiðir hvert af öðru sko, þetta er svo gjörsamlega fráleitt hvernig tekur þjóða á steinaldarstíg sem ekki hafði steina til að gera verkfæri úr og svona ég byrja lítið blaka af dönum en þeir auðvitað er það en það var svona, þeir voru ekki að hrópa hátt þetta og þeir skamma sín alveg rosalega fyrir þetta og ég veit ekki hvernig þeir hefðu geta gert við öðru í sjálfu sér en þetta er svona út úr við ætlum að byrja að tala um taoisma. Já, en þegar taoismi kemur til Evrópu, hann kemur, hefur áhrif í listum og heimspeki og fleira og með dialektík og svona, en hvað er það í taoismanum sem er svona ólíkt, hvað ég var að segja, ég getur sagt náttúru eða heimskynjun í vestrinu? Já, Akkur er svona mikil dýnamík í þessum hugmyndum? Hún er raunverulega byggð í skilningi forkynverja og kynverja alveg til dagsins í dag á eðli heimsins að hann sé stöðri þróun og breytingum og breytingar, þær eru algildar og allur og eilífur sannleikur er raunin ekki til. Það er sagt að veröldin er síkvik. Hún er síkvik og það kemur fram sko og varðandi þýðingarnar á bókinu Veginn að þá er yfirleitt bara að þýða heiti hennar sem vegur, bókinu Veginn og dygðina, að það er misvísandi. Ég veit ekki alveg hvernig þeir átt að þýða öðruvísi, en vegur í okkar skilningi hefur verið lagður og hann er fastur og niðurnjörfaður og alveg sem og þó hann sé vegur sem er, vegur kristninnar eða vegur mismunandi hugmyndafræði, að þá er hann fastur. Það er bara vegur sem þú fylgir og þú ætti ekki að fara út af honum. En í minni þýðingu þá notaði orðið ferli fyrir þýðingu á þessu orði, tá, íslenskri, sem kölluð það raunverulega framburðurinn er dá. En eitt er vegur og annað er leiðin að einhverju. Þú þarft ekki lagðan veg til þess. Það er líka einn ólagði vegur. Já, en vandamálið er að við getum ekki lagt veg á Vesturlöndum á þess að festan og niður njörfan og byggja hann svo rækilega það er ekki að keyra út á honum. Þannig að það er grundvallarmunur og í fyrsta setningin í bók ég lendi í vandræðum, ég byrjaði að þýða þetta þá þegar voru til 3-4 þýðingar ég held þessi núna 5-6 sko, af bókinu Veginn á íslensku og enskunni er yfir 100. Hvað heitir þýðingi þín? Já, hún heitir Ferlið og dygðin. En þú segir þegar þú ert að tala við mig þá kallar þetta bókinu Veginn? Já, það er vegna þess að allir Íslendingar þekkja það sem slíkt og ég er ekki frá því þegar ég gefið út næsta ég muni kalla þetta gefið út af Íslenska bókmennafélagi elsta félagi á Íslandi þá myndu kalla bókinu Veginn og hafa bara stjörnu og útskýra hvaða vegur er. Já, forsíðun er þáttið skrítið sko en ég er ekki alveg búin að ég skipt skoðun á þessu. Þetta er ábyggilega mikil kunst að þýða úr kínversku yfir á íslensku af því að myndletrið og býr til aðra þetta er hugsanaferðli verið öðruvísi. Ég bara hugtakasafnið passar ekki saman og meðal hans út af myndletrinu en ég sko bara á fyrstu blaðsíðu ég haf fleiri vikur og komast í gegnum það og þá var ég búin að vera að læra kínverska heimspeki og hugsun og vera í Kína í yfir 10 ár sko, þú veist, ef ég til allt saman þegar ég byrjaði þýðana. Ég var, og það er vegna þess að fyrsta setningin hún byrja að sá það tá sem hægt er að tá er ekki eilíft tá.
eða óbreytanlegt tá. Og það tá í þessu tilvíki má þýða sem en svo stefna sem hægt að lýsa með orðum ekki óbreytanleg stefna. Eða það ferli sem hægt að fara eftir, að hún ekki, það ekki óbreytanlegt. Það að segja, hugtakið, það grundvallar ferli eða grundvallar vegur sem heimurinn þróast eftir, það stöðugt að breytast. Og þess vegna eru tvær ástæður fyrir því að við getum ekki lýst í með orðum. Það annars vegar það að skilningur okkur á þessu ferli auðvitað takmarkaður, meðal annars vegna þess að það ennþá í gangi og svo líka vegna þess að skilningur manna takmarkaður. Gervigreindin reyna að ná okkur en það ekki þar með sagt að mun skilja allt. Við segjum þetta hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. En leið og við öðrum skilninga þá heimurinn búinn að breytast. Nákvæmlega, þetta þekkingafræðilegt. Þetta táísk afstaða sem við höfum hérna við. Nákvæmlega, þú tileinkaðir táíska afstöðu og það ekki undarlegt vegna þess að frá upphafi innvæðingar að þá byrja heimurinn að þróa svo hratt að það þýðir ekki að vera að tala um það að einhver sé niðurnjörvað og þetta sé óbreytanlegt og alþjóðlaus í þetta hitt, vegna þess að þau breytast. Vegna þess að seinni heimsstyrjöldin hefði ekki verið möguleg ef það væri þannig að alþjóðalög væri óbreytanleg. Þá hefði þau ekki verið brotin og allt saman brotið upp og byggt upp nýtt. Og nú voru að tala um að þetta hitt sem við erum að gera á þessi árás eða þessi skilningur sé óbreytanlegur en Guð almáttugur, það ég kalla það Guð almáttugur, hann breytir þessu öllu saman, alltaf stöðugt. Þannig að þetta og þessi hugmynd, þessi hugsun frá forsögulegum tíma í Kína og hún hefur haldið áfram alveg fram til dagsins í dag. Inngróin inn í kínverska menningu, heimspeki og afstöðu. Já, það sem mín þýðing segir, ferlið sem hægt að lýsa, það ekki eilífa ferli eða eilíft ferli, ekki óbreytanlegt ferli. Og næsta setning sem mér minnir að í bókinu sem Halldór Laxness las hafi verið það nafn sem við gefum því ekki óbreytanlegt eða eitthvað svoleiðis. En í rauninni það enga komur eða punktar í upphaflega textanum og við getum og næsta setning, hún nöfn sem hægt að nefna ekki óbreytanleg nöfn eða varanleg nöfn. En orðið nafn í fornkínversku hefur líka merkinguna hugtak. Þannig að getur sagt að þau hugtök sem hægt að segja með orðum að þau eru ekki eilíf. Og nú, við vitum það alveg að það miklu auðveldar að breyta innihaldi hugtaka en að skipta orð mörguleiti vegna tungumálin. Þau eru raunverulega, hvað við segjum, að orðasafnið það svona nokkuð fast og svo bætist nýtt við. Hugtökum eitthvað stólið og svona. Allavega. Breyttu merkingu á orðinu frelsi til dæmis og nú eru þeir sem eru talsmenn helsis skreita sig með frelsi. Já, það vegna þess að þeir þurfa að neyða fólk til að fylgja frelsinu og vera frelst. Og þá ertu komin í dálítið vandamál. Þetta ég því þetta og yfirleitt það að skoða menn bara ekki það er alveg sama hvort þú vísar þessu sem tilvísunarsetningu til fyrstu setningar en að segja það ferli sem hægt að lýsa þess á vegu sem hægt að lýsa hann ekki eilífur og þau nöfn sem við gefum því ekki eilíf. Þetta allt í lagi, þetta rétt þýðing í sjálfu sér en ég teka það hlutlaust og segi bara nöfn sem hægt að nefna ekki eilíf nöfn og síðan ég skýringum útskýri að þetta vísa til hugtaks alveg eins. Þannig að kristnin fyrir 1000 árum þegar Vilhjálmur Sigurveri réðst inn í England að þá var hann alveg samfærður það að hann myndi sigra vegna þess að Pávinn hafði lýst yfir stuðningi við hann var með merki það, hann var með fána Pávans og hann hafði Guð með sér, Guð myndi styrkja hann. Hann var algjörlega samfærður það og það hafði áhrif á það hvað hann var sigurviss og hann sigraði. Og það náttúrulega sannaði að hann var fulltrúi Guðs á jörðunni og hann fyrirgaf fólki alveg tvist og bast óvinnum sínum og svona ef þeir gengust
þeir lýstu við tryggði yfir hann og hotlustu og lýstu yfir því að myndu fylgja honum í einu öllu. En svo þegar þeir náttúrulega sviku hann vegna þess að þetta voru hérna gamlir víkingar á báðum megin, að þá hérna var það svo reiður að hann refsaði með því að drepa þá sko. Og vegna þess að þeir sóru, til dæmis þeir voru að sverja honum hotlustu á biblíuna og þá var það eilífur sannleikur að þeir átt að gera þetta og ef þeir brutu það, þá voru þeir að syndga. Þetta er skilningur. Þetta er ekki sá skilningur sem þú lýstir í upphæfi viðtalsins. Ég byrjaði á því að vísa til hérna evangelískar þjóðernisstefnu í Bandaríkjunum, kirkju. Þar eru menn að berja, ég segi ekki hvern annan, en þeir eru að berja fólk með biblíunni sem er eilífa sannleika. Og þeir, hérna, það er ekki umræðar umröðlega, heldur það bara sagt, hérna stendur það Jeremías, að svona er það. En við erum ekki að ræða það frekar, Ragnar. Já, ég veit ekki vegna þess að þetta tengist allt saman táismannum og hérna framlagi hans til veraldarinnar og heimsins. Því að segja með jesúítana, þeir hérna fara þarna til Kína og þá komast að því að Kínverjar hafi ekki neitt hugtak einhvern skapara sem þeir skapað himinn og jörð. Og allt hugtakasafni passaði ekki saman, en eins og það voru með Ragnar, má ég aðeins skjóta inn spurningu hérna. Hvernig stendur á því að Kínverjar hafa það ekki? Við getum farið heiminn og við finnum sköpunarsögu bara eiginlega næstu hvar sem er. Já, hvernig stendur á því að Kínverjar hafi ekki þá sköpunarsögu? Nú eru þeir mikið svona forferðavirðing og eitthvað fleira. Hvernig stendur á því að þeir eru ekki með sköpunarsögu? Þeir eru með sköpuna þjóðsögn sem er dálítið sérkennileg og ég man hann nú ekki alveg. Það var einhvern risa og hérna og svo fæðast mannkinn að því en heimspeki afstæða þeirra til tilverunar sem allir þekkja. Og þetta var bara þjóðsaga sko, og það er engin sem trúði því sko, það er ekki hérna, það er eins og kannski með rifbeinið úr hérna Adam sem skapaði konun, ég held að trúi því nú allan okkur. Það er fólk sem þykist trúa því? Já, það er ekki í biblíunni, ég veit ekki hvað sem er að því sko. En hérna allavega þá er það þannig að hérna samkvæmt sko Yin og Yang og bókbreytingarna sem er annað gamalt kínverskt fornrit, að þá var í upphafi ekkert og síðan verður til eitt og einu verður til tvennt sem skiptist og þá hefur breytingar eitthvað tvennt og af því verður til þrennt og af því fæðast öll fyrir bara veraldar. Þetta er þeirra sköpunarsaga, þetta er táíska skilningurinn á því hvernig heimurinn var til. Þeir náttúrulega ekki veltaði fyrir sér þetta með Big Bang eða eitthvað slíkt en það upphaflega það er eitthvað sem er eining, það er ekki breyting Þetta er sköpunarkrafturinn. Þetta er hluta þeirra hugsun sko, að það voru því svona og síðan hafa þeir náttúrulega í gegnum tíðan þá myndast hérna þeir með siðgæði, það er byggt á fjölskylduna og líka siðgæði ríkisins og siðgæði mannana, það er allt byggt á fjölskyldu tengslum. Og í kínverskri menningu að þá er útvíkuð fjölskylda sem er útvíkuð til þorpsins og hérna jafnvel til eitthvað starra umhverfis og í dag, já og lengst af í grunnulega í allt fyrir að Kína var saminað þá nær þetta fjölskyldu hugtak til alls ríkisins og ríkisleiðtoginn er nokkur svona ríkisfaðir og síðan er allt fært yfir þar að segja að þegnarnir eiga að hlýða honum eins og þeir hlýða föður sínum. Það þýðir ekki að hann þarf endilega að hafa alltaf rétt fyrir sér heldur og þau geta reynt að tala við hann og svona reynt að telja hann inn á eitthvað annað. Þetta er ekki valda struktúrin? Nei, ekki þannig. Og það er í öllum kínverskum stórfjölskyldum og þorpum að þá er fjölskylduhof þar sem forfæðurum eru færða fórnir, eða svona tákræna fórnir sem sína virðingu fyrir forfæðurunum og þá er sett flaska eða glasa víni á borðið eða ef fjölskyldufæðurinn þótti gott að drekka og síðan uppáhaldsréttir hann settir á
á allt það. Ég tekið þátt í svona. Ég kemur önnur aukaspurning. Hver þá staða þín sem útlendings í þessu samfélagi? Ég er áfram útlendingur í mínum eigin huga og gagnvart kynverum þá er ég náttúrulega lít svona út og er útlendingur en skilningur minn á kynverskri menningu og þeirra eigin samfélagi hefur orðið til þess að það sem ég segi kynverska menningu og samræðum við kynveri að það tekið gott og gilt. Já, en þú ert ekki hluti af fjölskyldu hófinu? Nei, en hófið er umlega tákgrænt í dag. Þetta er bara heima hjá fólki að það hefur eitthvað borð sem og svo er lagt á borð ákveðnum dögum og fyrir forfeðrana og þú talaðu forfeðrana og svo framvegis forfeðrana og ég get tekið þátt í því, ég er hluta af því, ég er hluta af fjölskyldu, ég er hluta af kjarnafjölskyldu í Kína og hluta stærri fjölskyldu gegnum ættingina og líka þegar ég er að tala eins og við erum að gera núna þá hlusta menn á vegna sem ég er kannski að útskýra eitthvað fyrir þeim fyrir kynverum sem þeim finnst alveg sjálfsagður hlutur og er ekkert að efast en er mjög undarlegu fyrir vesturlandabúa og felur í sem mun og þá er ég að útskýra þannig mun, það er það sem ég er að gera raunin, þannig ég stend raunlega beggja megna í menningunni og jesúítarnir voru komnir í þessa stöðu og þeir komust að því að það var til nokkur sem heitir kennsla forfeðrana þetta og að allir eigi að hlýða boðorðum forfeðrana eða kennslu forfeðrana og það er talað að ríkið hafi sín lög og ættin hafi sína reglur eða fjölskyldi hafi sína reglur og þetta er ennþann dag í dag svona og eina af ástæðunum fyrir stjórn Skófrastoflokksins er að hann hefur gengið svolítið inn í hlutverk stórfjölskyldunar þannig hann hefur sína reglur og ríkið hefur sín lög er sagt, beinlíni sagt. Þess vegna þegar það er að taka ákvarðanir þá tekur embættismanninn og svo tekur einhvern úr flokknum sem kommissar úr flokknum og saman taka þeirra eina réttu ákvarðan. Ég ákvarðan sem er rétti í því samhengi þegar hún er tekin vegna þess að hún mun örugglega breytast og þetta er afstæða sem hafa en það er þannig að yfirleitt eru þær ákvarðanir sem fjölskyldan er að skipta sér að og þetta er á líka við flokksdeildir á hverjum stað. Það meira er svona tengt fjölskyldu málum eins og til dæmis einhver hjónin er að rífast og þau eru að tala skilnað og og barnið þeirra er bara vilt og fer út allt og hlýðir ekki er bara aðlagast ekki að samfélagslaus og þá ræðir stórfjölskyldan þetta og það tekur leiðbeinandi ákvörðun fyrir þá sem er ætla að fara að skilja og þeir yfirleitt er alltaf ráðlagt ekki skilja og ekki reyna að leysa vandamálin friðsamlega og þetta er nákvæmlega svona sem kynverar hegða sér í alþjóðlegu samskiptum í dag reyna að leysa þetta friðsamlega, reyna að ræða þetta finnið einhverja lausn og þeir með ekki gera eitthvað sem er síðlaust þetta er allt saman og þeir byggja á einhverju sem er hægt að kalla arfur sögunar eða arfur fyrri kynslóða það er ákvarðanir teknar að þær verða að vera í takti við það sem hefur reynst okkur vel og það er breytilegt vegna þess tímandi breytast vegna þess þeir raunverulega eru þeirra skoðunar að heimurinn breytist það sé ekki alltaf hlutinni sem ekki alltaf þetta er ekki boð sem þú færið þarna úr sögunni frá ættinni í sögunni heldur er þetta svona höfum við gert og þú getur nota það sem leiðsögn með því að endurskapa þá visku inn í þitt líf og táknin fyrir þetta Zhongjiao það er Zhongjiao því er umlega kennsla forfeðrana Zhong eru forfeður og í Jiao er samansett tákn annars vegar á vinstri hluta táknsins að þá er tilvísun til siðgæðis það er að segja það er lítið tákna af barni og svo stór þannig að það er siðgæði sem mótast af samskiptum foreldra við barna og það er gagnkvæmt eins og allar kínverskar dygðir síðan á hægri hluta táknsins að þá er menning og það eru mentir það er eins og að læra að skrifa og reikna og eitthvað svoleiðis en svo er þar fyrir utan eitthvað sem forfeðurnir eru ekki að skipta sér á að það er handverk og iðnaður en þetta er sem sagt
Zhongjao, kennsla forfeðrana, að þegar jesúitandi byrjuði að kynna þetta fyrst fyrir kynverjum og reynda fyrir Japanum líka, við skilst að orðið Zhongjao hafi fengið merkinguna trú í því samhengi að jesúískir, það voru Portúgalar sem komu til Japans og þeir voru náttúrulega með prest með sér og hann var að reyna að útskýra fyrir þeim að Guð hefði skapað heiminn og eitthvað og þeim áttu afskaplega erfitt, þeim var mjög erfitt að skilja þetta í Japanum og samengildi með kynverja og tólkurinn því að þeir eru að tala um Zhongjao, hérna kenningar kennslu forfeðra sinna og jesúitarnir tóku þetta þá upp fyrir trúarbrögð. Þannig að orðið fyrir trúarbrögð, með sér búddismi var ekki kallað trúarbrögð beinlínis, heldur er það bara búddismi er hérna kennsla Búdda, það er kenning hans en ekki skilað með sama hætti því að það er ekki sköpunarkraftur eða einhver skapandi í búddismanum að þá fær þetta orð Zhongjao þá merkingu sem það hefur í orðabókum þessi trúarbrögð, en það er bara nýtt, það er síðustu 200 árin eða svo og þó eru kommunistarnir að tala um það að kommunistaflokkur í Kína tala um að félagir flokknum eigi ekki að hafa trúarbrögð og það náttúrulega stenst ekki raun og veru þegar þeir eru á sama tíma að segja að fólk eigi að treysta því sem forfeðrarnir hafa kennt og sem ríki kennir, þannig að í þessum hefðbundarskilningi þá hafa þeir alltaf þessa fordæmi forfeðrarna sem á að fylgja og þessi nýja merking hérna að kennsla forfeðrarna skuli hafa vera trúarbrögð að það var mjög erfitt sko aftur vegna þessar tvöföldu merkingar í kínverskunni sem jesúitandi kom inn að þá þurfti þeir að útskýra sko hversin eigum við þá að vera að trúa ykkar kennslu sem ykkar forfeðra vegna þess að Konfúsíus segir meðal annars að það megi ekki vera það sé raunverulega móðgandi að dyrka guði annarra þjóða og menningarnám já, það sé bara móðgun við þá já, það er svona menningarnám eins og við talaðum í dag að apa upp kultúr annarra já, við höfum okkar menningu og skulum bara stoltir af henni en síðan náttúrulega til að setja þetta í samhengi þá taka þér hugtakið yfir himinn og jörð sem náttúra og taka himinin og jesúitandi kenndu það sem himnaföður og það var það sem þeir tóku inn en ef við snúðum, sko ef við veldum sem síðan fyrir okkur hvernig það snýst því að þeir réðust ekki í gegn jesúitandi gegn siðgæði kynverja yfirleitt þar að segja að börni þetta hlýða foreldrum og þau skyldu treysta vinum sínum og þú ættir að menn átti að sína skynsemi og þeir átti að hegða sér vel og fylgja síðum og sama, sko, jesúitandi tóku þetta allt saman upp og ef við lítum á kaþólskun í dag til dæmis að það var í kaþólskunni þá talaðum að fólk geti fengið syndaaflausn og í einhverja svo nýju trúarbrögðum þá getur raunverulega haft beint samband við Guð og beðið hann að fyrirgefa þér eitthvað þú hefði syndgað, haldið fram hjá konunni eitthvað og hann fyrirgefur þér og getur bara gert þetta beint og þetta var til þess að á svona í okkar tímum að það hófum við upplifað það að það mikið það er breyting í hegðun kirkjunar að því leyti að í stað fyrir að vera afneitun gegn hérna nauðgunum presta á ungum drengjum og hérna og nauðgunum og ósiðlæti og svoleiðis að það er ekki nóg fyrir prestin að fara þá til sínspress og biðja syndaaflausn heldur er þetta sett spurningin að þetta sé siðlaust, ólöglegt og siðlaust að það er orðið eitthvað sem kirkjan er farin að boða að það þurfa að vera þessi kirkjan þessi synd kirkjunar sjálfur og hún verði ekki að yfirbútt já og hún verði að það verði að hérna til þess að fólk treysti í kirkjunu þá var alltaf komið kínversku hugtak inn í þetta það er að segja kínverjar sem fara til Vesturlanda og hafa alist upp í kínverskri menningu ef þeir taka trú
á eitthvað, þá það vegna þess að þeir treysta þessari trú, ekki vegna þess að þeir halda að allt sem hún segir sé rétt. Það að segja að Guð hafi skapað daginn akkurat heiminn akkurat á 6 dögum og hvílt sig á þeim 7. eða þessar kenningar séu rétt, vegna þess að það ekkert rétt í þeim skilningi, það allt í breytingu. Og kaþólskan farin að hegða sér eitthvað með þessum hætti, það að segja hún farin að leggja áherslu á traust og ég hef verið að veltaði fyrir mér nýlega að hvort að það sé kannski rekja til áhrifa á jesúítani eða þetta breytist allt saman. Sem að þeir sóttu til Kína. Já. Það er svolítið svoleiðis, Ragnar, að þú rekur í allt sem við hugsum og gerum til Kína. Já, Kínverjarnir náttúrulega hafa allt mikil ári, já, þeir eru eina stórveldi heims sem ennþá við líði. Já, eina stórveldi fornaldar, Já, eina stórveldi fornaldar frá forsöglegum tímum sem ennþá við líði og þeim hefur tekist að lifa það af þannig að það lítur að vera eitthvað sjálfbært við það dæmi. Herðu, en við getum náttúrulega kannski ekki náð að draga upp einhverja mynd af svona taoískri heimsmynd, en það þessi síkviki heimur og svo varst að tala myndlistina og þarna svona yfirleitt einn maður, kannski að veiða eða ganga yfir brú inn í myndverkunum og það nefnilega, því að eitt að lifa í síkvikum heimi, þar sem að ekkert fast en eina leið okkar að vera að leita að einhverjum sannleika því að við verðum að hvíla í honum til þess að ég býst við að annars verðum að bara taugaveiklaður og eitthvað. Ég ekki taugaveiklaður, ég tel að sannleikurinn þróið. Já, maður eltir hann og ef það væri þannig að maður getur bara sleppt honum að þá myndi manni ekki líða vel. Nei. Og það sem ég ætla að spyrja þig núna stöðu mannsins í þessum síkvika heimi og þá það dygðin á fleira og hvað ber mann að gera og ef þú getur aðeins útskýrt það hvað á ég að gera eða hvað segir það mér að gera. Já, það í þessum erfiða heimi þar sem ég verði eiginlega að endurskapa sannleikan og fegurðinina jafnóðum og ég labba. Já, það ágætis lýsing þar að nota þetta í ljóð. Það þannig að konfúsísminn, hann kemur upp bæði konfúsísmi og taoisminn rætur í sömu arfleið og í forsögulegri arfleið og konfúsísminn fókuserar á ramman, á hegðunarramman, hvernig struktúrin í þessu. Já, og lögmálið. Lögmálin í kristin hugtök og taoisminn fagnaðaritið. Já, en þetta allt saman tengt. Og bókin á veginn náttúrulega talar stjórnsýslu í rauninni þó ég vissum að flestir sem hafa lesið þetta hafa ekki tekið eftir því og það talað það að stjórnspekingurinn hann leysir ekki mikil vandamál, ekki stór vandamál hann leysir smávægilega vandamál og síðan heldur þetta áfram að vandamál heimsins eiga sér lítið fjörlegt upphaf. Þannig að þú átt að bregðast við vandamálum áður en þeir koma fram. Leysa vanda áður að vera vandamáli. Það taoíska afstæðan. Þetta mjög almenn lýsing. Það alveg sama hvað struktúru hefur. Þetta það svo átt að gera og ég að vinna þýðingu á ræðum Xi Jinping komin í annað bindi og það verða búin með það og það gegnum gangandi að hann að segja að ráðleggja eða bara ekki að fyrirmælum það hjá embættismönnum og flokknum að þeir að bregðast við vandamálum eða bregðast við ef það eru merki að eitthvað verður vandamál þannig að og þannig hegða sér þeir sko. það þegar eftir fall Afganistan að þá brotnaði upp struktúrin sem hafði verið settur upp og fall Sovétríkjanna síðan í framhaldinu
að þá þessi struktúr á stjórn Mið-Asíu, hann brotnar upp og landamærin riðlast og samskipti á milli einstaklinga aukast og þá fara hérna og það kemur fram það líka eftir Íraksstríð sko, þá kemur þarna leifar úr írakska hernum, yfirmenni írakska hernum sem ekki fengu atvinnu lengur og atvinnulausir þá stofna þeir Íslamska ríkið og þá kemur öfgakenda kenningar Íslam fá byrjundu báða vangi í þessu rótleysi sem varð og reyndar vandamálin í Afganistan kom meðal annars til vegna að þessir öfgarsinnuðu íslamistar að þeir voru fjármagnaðir af Vesturlöndum til þess að ráðast gegn Sovétríkjunum og Sovétríkin gáfust eftir 10 ár í að gera það á kommunistum, það gekk ekki og þeir hrukku aftur inn í eitt balkaformið og lærðu það að það eina sem gildir þetta vopnin og síðan í framhaldi af hérna þegar þetta fór úr böndum með róttæku islamismann þá ráðast Vesturlönd og reyna á Afganistan og reyna að koma böndum á hann og kennunum í samræðu vestrænar kenningar hvernig vestræna samfélag það fullkomna vestræna samfélag sem söguþróunin þróast að hjálpa þeim að stökkva inn í það. Það er að segja lýðræðislegt og frjálst ríki þar sem konur og karlar hafa jafna rétt og sérfræðingar í hérna kynjajafnrétti og í mannréttindum og í stjórnsýslu og svo framvegis að þeir eru sendir og hérna, hópsálfræði og svo framvegis þeir eru sendir inn í Afganistan og Ísland tók meðal annars þáttir og sendi þangað einstaklinga í að boða hérna afganum fagnaðarerindið og gerðu þetta í heilan kynslóð 20 ár, þá voru við að þessu og tókta og ungar stúlkur sem voru í hérna kannski 2-3 ára þegar þetta byrjaði, það voru 23-24 ára þegar þetta hrynur allt saman og þá voru það búin að læra það er ég rétt og jafnrétti en samfélagið það bara flippar tilbaka til ættbálkasamfélagsins og eina sem þeir lærðu að þessari þvingun að það var að byssan ræður, sá sem heldur á byssuna hann ræður og hérna það eina sem við gerðum að við gera hlutin bara miklu, miklu verri og táíska leiðbeiningin stjórnun að það er talað að stjórna með aðgerðaleysi að hérna ferlið það aðhefst ekki það bara og þróast og breytist og stjórn mannleg samfélags á endurspegla þetta með aðgerðaleysi þannig að ef þú verður ekkert varfið að þér sé stjórnað að þá ánægður. Það er fullkomin stjórn. Já, fullkomin stjórn. Og ég man eftir því þegar ég var nú að byrja að lesa þannig bókinu Veginn og hérna reyna að skilja þetta, komin heim til Íslands og var blaðamaður, ég held að það var í fyrsta skipti sem við hittust reyndar á þessum tíma þegar við unnum þarna saman á nútímanum eða Framsóknarblaðinu þarna og þá var stundum verið að kvart yfir stjórnin sem þá var að hún gerði ekkert og mér fannst þetta vera hérna þá í táísku samhengi vera hrós að þú ert að bölva stjórn fyrir að gera ekki neitt að þá hlýtur hún að vera táísk en það er ekki þetta sem átti við með aðgerðaleysi það sem átti við og það tók mér náttúrulega langan tíma fleiri ár og jafnvel áratugi að uppgöta það og veltaði fyrir mig hvernig á þýða þetta með aðgerðaleysi og þá gerði ég síðan með útskýringu neðamáls að það er að þvinga ekki það er að segja hlutinir verða að þróast áfram í samræmi við eðli sitt og stjórnandinn hann á að liðka þá þróun, hann á að stuðla því en ekki að þvinga, það er að segja þú getur ekki mikið vatn til að reyna upp í móti alveg sá hvað þú reynir og þú getur ekki komið á frelsi með þvingun með því að þvinga einhvern og kúan
og það er hérna, þetta er bók sem er líka til á íslensku og heitir hérna herstjórnarlist meistara Sun og er þýtt af Kína sérfræðingar, ég er nú ekki eini Kína sérfræðingar á Íslandi, þannig að Geir Sigursson minnum mig að hann er professor í Háskólanum og hann hefur þýtt þetta verk og það er með bæði frumtextanum og ítarlegum skýringum og ég fekk hann til að þess að ég ætlaði að minnast á þessa bók hérna hjá þér og þá bæði hann að ég var náttúrulega í Kína og hafði ekki fengið eintak, ég hafði bara lesið hann á kínversku en ég tók þá bókina og fekk svona bað hann að gefa mér eitt eintak sem hann gerði og athuga síðan þýðingu hans á einu svona þekktustu tilvitnunni í þá bók sem er að hérna það er að mesta hernaðaráætlunin það er hérna það sem sagt sem framúrskarandi árangur að heyja 100 bardaga og vinna sigurðum öllum, það er ekki góður árangur allir þessi bardagar, heldur að yfirbúga her án þess að heyja bardaga við hann, það er að segja vinna sigur án blóðsúthellinga eða styrjalda og þetta er afstafa þetta er innprentað í alla kynveri almennt að þekkja þetta allir og ekkert síður og þetta er táísk afstafa og það er að segja þú getur ekki unnið raunverulegan afgerandi sigur með orustu, þú skapar bara ný vandamál þú verður, ef við lausnum allara vandamála þá verður að kafa djúpt inn í það og leysa það áður að vera vandamáli því að vandamálum má ekki felast í því að skapa ný vandamál og valdbeiting, hún skapar alltaf ný vandamál. Við sjáum þetta í Líbíu, það var verið að þeir voru, kristnaðir, þeir voru hérna, þeir var kent ágæti lýðræðisins, með þvílíku ofbeldi að það hafi ekki komist á friðu síðan og við sjáum þetta í Írak. Við sjáum þetta það er sagt að Netanyahu sé að eyðileggja Ísrael. Já, það er alveg, hann er ekki leysan einu vandamál og skapa miklu enni vandamál. Því er haldið fram að stefna hans muni sem mesta ógn sem hefur verið við Ísrael. Já. Það er þá líklega í þessum anda sem að menn eru að draga þessar ályktanir. Nákvæmlega, og Kínverjar þeir er nútímadæmi frá okkar samtíð það að Kínverjar hafa gert þetta að ná svona bara sigra án þess að grípa til ofbeldi sem hleypa á skoti og menn eru oft að tala um þessu stórkostlega hættur sem felist í aðgerðum Kínverja á Kínahafi þar sem þeir eru að koma á eru að styrkja varnir sínar og gagnvart hugsanlegri árás á Kína. Þeir voru fyrir löngu búin að sjá að það væri mögulegt að það yrði ráðist á Kína frá hafi og að þetta væri óverjanlegur hluti af Kína. Þetta var ástæðan fyrir því að englendingar gátu sigraði í ópimstríðunni, þau komu sjóleiðina. Þannig var engin Kínamúr? Nei. Þannig að þeir hafa, þeir voru ekki nægilega í stakkbúni til þess að verja sig eða koma á vörnum á Kínahafi eftir að þeir stofnuðu kínversk alþýðulýðveldið. Og hvað gera þeir? Já, þeir bíða með það að taka yfir Tævan og láta sem kínverska lýðveldinum að fara með yfirstjórn hafsvæðisins á Kínahafi. Það var til þess að eftir Kóreustríðið, þú veist, upphaflega voru þjóðnirsinnar að þeir voru frekar allur undir Stalín frekar en Bandaríkin en síðan eftir Kóreustríðið að þá koma Bandaríkin með þann inn og þjóðnirsinnar verða mjög nátengnir Bandaríkinum og það myndast þarna og Kína allt inni blandast inn í kaldastríðið með þeim hætti að Bandaríkjamenn eru fyrir sunnan og Víetnamstríðið er þarna líka og síðan fyrir norðan það eru Sovétríkin og Kína er mitt á milli þannig að þá eru þeir hluti af kaldastríðinu. Hinn möguleikin hefði verið eins og vertist vera að ef þeir eru tekið Tævan að þá hefði þeir orðið
í skilningu sko eins og hlut af Sovétblokkinni og þá hefur ekki verið þarna mitt á milli og geta spilað náð þessu frelsi sem þeir höfðu í þessu ógnarjafnvægi sem gilti á tíman kaldaðstríðsins nema bara með þessar leið. Þetta var eina leiðin fyrir að gera þetta. Það var að skapa mótvægi með því að Bandaríkin væru ennþá með eitthvað hlutverk fyrir sunnan. En síðan var annað í þessu því að það er aldrei þannig kínverskar ákvarðanir. Hún er raunverulega pólitískar ákvarðanir og pólitísk hugsun. Hún er alltaf í stöðugu þróun og hún hefur alltaf allt sviðið undir. Skilja hvað breytingar á þessum þáttum að hefur för með sér breytingar á einhverju öðru. Tengist allt saman. Og það er ekki fyrr en að Kínverjar eru búnir að iðnvæða landið að verulega leyti og eru konir langt í sinni þróun eftir svona, í byrju þessar aldar 2010 raunverulega eða svona 2018 raunverulega þannig bíl að þá byrja þeir að hefja mjög hraða uppbyggingu á flótanum, kínverska flótanum og á kínverska flughernum og það verður núningur eða það verður heimurum heldur að Kína ætli hugsanlega stríð við Japan út af einhverju óbyggilegri eyju á Suður-Kínhafi og ég sem út af þetta blaðmannabakgrunni mínum og þú sjálfur að fylgdustu þetta með þessu og hafðu þetta ágjör af því að það veitir kannski verða stríð þarna og mér fannst það alveg frálegt vegna þess að þær höfðu einmitt samið við Japana þegar þeir höfðu hist að þeir skildi ekkert fara að vera með einhvern núning út af einhverjum gamlum erjum eða eitthvað svoleiðis þannig að það er örugglega eitthvað annað bak við þetta og eitt sem ég datt í hug á þessum tíma var að þetta stafaði af því að þeir vildu koma í veg fyrir að þjóðnir sem á Tævan mynduðu einhvers konar bandalag við Japani sem hernaðarsérfræðingar, vestræn hernaðarsérfræðingar í Pentagon og skribentar í vestræn svona varnarmálatímarit þeir lögðu til að akkurat þetta að þjóðnir sinnar ættu einmitt Bandaríkjamenn að stuðla að bandalagi milli þjóðnir sinna og Japana en þetta var til þess að splundra því náttúrulega því að þjóðnir sinnar þegar Tævanbúar þeir líta á þetta sem hlut af kínverska eldunni því að Tævan var hérað og Suður-Kínahaf eyjarnar þar voru hluti var sérstakt hérað og Tævan stjórnsýslan var frá Taipei en mér fannst þetta samt mjög skrítið allt saman sko og það var ekki fyrr en svona upp úr 2012-13 og þá allt í einu uppgötaði að hugsa bara já auðvitað, þetta var aldrei þessa eyju þetta var bara átilla til þess að byggja upp nægjanlega hernaðarstyrk undir falskri undir sko lýstuðu aldrei yfir að þeir ætluðu að fara í bardaga við Japani en það ætluðu aldrei að gera það en heimurinn hélt vegna þess að við hugsum alltaf í átakalínum við héldum að þetta snýrist það og ég varst að Japanir hafi raunverulega trúað því að Japanir þeir notuðu tækifærið og fengu Bandaríkjamenn til þess að gefa sér leyfi til þess að efla sinn her þeir fá ekki að hafa flugvélamóðurskip vegna þess að Bandaríkjamenn leyfa það ekki en þeir hafa daldið öflugan her og mjög effektívan mjög skilvirkan að þannig að þeir léku leikið með Kínverjum og ég segi bara þetta var Suður-Kínahafið Kínverjar voru að byggja styrk til þess að taka yfir Suður-Kínahafið án þess að leiða til vígbúnaðarkaflurs ef þau gert þetta smám saman eftir því sem urðu öflugri að þá hefði Víetnam að brugðist við og þá hefðu Indónesar og Bandaríkjamenn hefðu líklega komið inn á svæðu og svo framvegis sko, en allavega þá gerður þetta svona og svo bara einn daginn eftir á nokkrum mánuðum og þá bara fóruður yfir á Suður-Kínahafið lögðu undir sig þessa eyjar þau eru náttúrulega skapað fordæmi fyrir því að með því að sá sem stjórnar einhverjum eyjum á þessu svæði að hann náttúrulega heldur bara yfirráðum yfir því þar Japanir mynduðu það vegna þessi eyja þarna sem Kínverjar gerðu tilkall til
að þeir höfðu ákveðið sögulegt tilkall til hennar en Japanir voru á eyjunni og þeir breyttu því ekki. Þannig að þar með því að bara hafa skapað það fordæmi og þá lögðu þessi undir þessa eyjar og hérna Víetnamir voru svolítið reiðir og eitthvað og svo voru félagseyingar með eitthvað nöldur og hérna voru að kæra til alþjóða hafréttindadómstólsins og hérna sem Víetnamir sendu einhver fiskibáta á móti og svo framvegis. Hillary Clinton hafði komið þarna í heimsókn og það hafði verið bandarískt orrustuskip, flugvélamóðurskip út á ströndum Víetnams sem það leiti og hún hafði sagt hérna Víetnamum að þið skulle ekki ljáta Kínverja vaða yfir ykkur. Við styðjum ykkur alla leið og Bandaríkjamenn hafði líka fullvissað Filippseyingum það að þeir nytu eindregin stuðnings gegn yfirgangi Kínverja. Nú svo var niðurstaða í Hafréttindadómstólnum og dómarinn sem var Japani að hann dæmdi nú þeir segja í Filippseyingar hann hafi dæmt þeirra í vil en í rauninni sagði hann að eyjar þar sem þú hefur ekki vatn og er óbyggilegar að það getur enginn haft yfirráð yfir þeim eitthvað þeim dúr sem var nú ekki heldur þar sem þið vildu en allavega þá sagðu Bandaríkjamenn já það er gott, nú er þetta komið það er gott, unnuð þetta já Bandaríkjamenn viðurkenna ekki Hafréttindadómstólinn þannig að þeir náttúrulega sögðu þeim ekki þið verið að fara eftir þessu já, Kínverjar hafa sem betur fyrir lýst í yfir að þeir vilja ekki lesa þetta með ofbeldi heldur vilja semja um þetta þeir skal bara gera það og það var þá stuðningur sem Bandaríkjamenn veitti þeim Filippseyingar hafa ekki langtíma minni þannig að þeir eru búin að gleyma þessu núna en Víetnamar að þeir lærðu sína leksju því að þeir voru þarna aðtast í Kínverjum og Kínverjar sendu borskip til þess að vera að bora á einhverju svæði sem Víetnamar gerðu tilkall til og það var rannsóknarskip og þeir sendu með að dálítið stór herskip með til þess að gæta þess. Víetnamar þeir fóru nú ekkert í beina slag við það þeir sendu sína fiskibáta til að auðræðum og svona og Kínverjar bara eða fóru einhverju í hafið og þá björguðu þeim úr hafinu og svona heldur bara sínum striki og höfðu sagt í upphafi sem gleymdist í fréttaflutningum mannjagi og Vesturlöndum að þeir höfðu sagt að við ætlum að gera þetta í hálft ár og svo bara fóru þeir eftir hálft ár og þá höfðu Víetnamar skilið hvað þetta snerist því að Kínverjar voru bara að sýna fram á hvað Bandaríkjamenn myndu gera sem var ekkert, þeir gerði ekkert þeir lýstu því yfir að þeir myndu styðja Víetnama Bandaríkjamenn höfðu á þessum tíma og hafa enn reglur og lög það að þeir get ekki veitt Víetnamunina sérstaka hernaðaraðstóð og þeir hafa eitthvað slakað á því núna nýlega en allavega þá eru þeir ekki að veita Víetnamunina hernaðaraðstóð og það kom aldrei til greina að þeir myndu hjálpa þeim gegn Kínverjum þeir rauninni þor ekki ná svæðið og síðan núna ef við lítum á allt svæðið hvað var mörgum byssuskotum hleypt af? Engu, það var ekkert það var algjörlega friðsælt. Þetta er dæmi hvernig Kínverjar beita skilningi sínu á eðli átaka. Leysa vandamál án styrjalda. En kínverski kommunistaflokkurinn, hann stjórnar Kína, en hann náði völdum í byltingu og það var borgarastyrjöld. Þá var það ekki aðlugun án átaka getum orðað þannig. Hvað fór Tá í frí? Nei, það voru báðir aðilar, bæði þjóðnissinnarnir og kommunistarnir voru á kafi að kynna sér réttlæta sína gjörðir með Tá? Nei, ekki bara réttlæta, þurftu ekki, þeir ekki réttlæta fyrir sjálfur sig, það er allir með þá alveg á hreinu að þeir hegða sér eins og Tá. Þetta er náttúrulega ekki svo einfalt að þjóðnissinnar og Kínverjar hafi bara Kína af allinu skipst á milli þjóðnins og kommunista. Það var ekki svo einfalt. Það er þarna heimsstyrjöld, seinni heimsstyrjöldin sem og þetta er heimsstyrjöld í Evrópustríði þarna sem skiptist í tvennt fyrir og seinni heimsstyrjöldinu og í Kína þá snerið það við Kínverjum þannig að Japanir þeir réðust inn í Kína og Japanir þeir lærðu af Vesturlöndum þeir eru Japan er sögulega herveldi þeirra menning er
hérna ofbeldiskennd, þeir ná sínum markmiðum með mótbeldi sögulega, þó þeir hafi ekki gert það almennt eftir að Bandaríkjamenn hendu kjarnorkusprengjunum á það. En Bandaríkjamenn treysta þeim ekki betur en svo að þeir leyfi þeim ekki að byggja upp sterkan her. Nema þeir réttlæti það með því að þeir séu að með einhverju að þeir séu hjálpa Bandaríkjamenn einhvern veginn. Og þetta gildir enn það í dag. Þeir leyfa Japanum ekki að byggja upp sterkan her. Japanir réðust inn í Kína koma inn á Kínasvæðið í rauninni það leyti sem að þjóðirnir sinna stjórnin, Kína var stofnaði lýðveldi eftir fall keisaraveldið síðans 1911 þá koma þeir inn á svæðið, þeir leggja undir sig Kóreu, innlima Kóreu í Japan og það er umverulega upphaf að þeirra árás inn á meginlandið og með því að taka Kóreu. Þetta hefðu gert það einu sinni áður fyrir 300 árum áður og þá hafðu kínverski herir ekki á burtu og skilir Kóreu eftir í höndum Kóreumanna. Kínverjar hefðu ekki bólmagnið þess. Japanir síðan þurftu að ákveða hvert þeir héldu áfram og þeir voru undir, þeir byrja á því að þeir fara inn á setja þeir ráðast á Rússa í beinu framhaldi þeir koma setja við lítum á þetta byrjar lok 19. aldar og þá þeir þeir Kínverjar voru að byrja að byggja flota, Japanir þeir vinna sigur á þeim flota með árásum miðað nótt og sökkunum og það á senast áratug 19. aldar bæði þess og líklega 1894 minnum mig, ég er lélugu ártöl þannig að getur verið að hafa 95 og síðan þvingaðir Kínverja í krafti yfir burða herstyrksins og krafti veikleika Kína sem var þá sem englendingar höfðu dregið tennurnar út með ópíumstríðinu hálfur öld áður að þá notaðir þess að dæmi gerðu vestræna aðferð að þvinga Kínverja til hlýðinni og Kínverja verða náttúrulega þá að borga þeim skaðabætu fyrir það að Japanir hafi orðið að ráðast á þá og berjast við þá og þær voru ekkert ódýrar, það var bæði allan hernaðarkostnað og kostnaðir af hernaðaruppbyggingunni sem var mikið blóðtaka fyrir Kína. Þeir tóku síðan Tævan líka, það var hluti af Japan eða það var reyndar, ég held að það hafi ekki verið sett sem hluti heldur sem það var náttúrulega markmið í lengri tíma litið en það var nýlenda og þeir eru fullt af fordæmi fyrir því að þetta væri alveg réttlætanlegt í að þeir tóku það bara beint í kistu englendinga og þeir fá sá sömu forréttindi á meginlandi Kínverja og englendingar höfðu haft. Það er að segja extraterritorial rights, það er að segja diplomataréttindi að allir íbúar Japani, allir Japanir í Kína fengu þá forréttindi að vera undanskildir kínversku lögum og japanska konsulati skildi på dæma eins og varum öll önnur vestræn ríki. Ragnar, ég grunum að þú ætlar að segja mér núna langa sögu og við erum kannski komin að svolítið spennandi nýju upphafi í þessari sögu sem er að rekja taoismann í gegnum Kína undir kommunistafloknum og undir Mao. Má ég setja að koma og ertu til að koma til mín á morgun og halda fram með þessu sögu? Á morgun? Við erum lent í þessu áður að við erum að ræða saman og kljúum þetta. Við skulum gera það. Þetta er Tao 1 og svo tökum við Tao 2 á morgun. Já, hvernig sem við orðum það, en allavega allt tengist og þetta raunverulega mín nálgun á það, hún er taoísk. Já, ég vil endilega halda áfram og að við gefum okkur góðan tíma á morgun til þess að fara yfir. Þá myndum við byrja einmitt á þessu stað sem að heimsvaldastefnu Japan og áhrif hennar á Kína sem að leiðir til borgarastyrjalda þar og síðan byltingarinnar og sigurs Mao og svo hvernig taoismin hefur tengst inn í svolítið ævintýralega sögu kínverska kommunistaflokksins sem er mjög breytileg og svolítið taoísk. Það er ekki eitt sannleikur sem hefur gilt allan tíman frá 49.
Ég bara, þú skilur hvert einast orð sem ég sagði, þakka fyrir. Sjáumst á morgun. Við ætlum að halda þeim áfram að fjallum eitthvað annað. Ragnar kemur aftur á morgun og við höldum áfram að horfa á sögu Kína og stöðu Kína og kínverskar menningar út frá taoismanum. En framöndan eitthvað allt annað. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.